Jú, Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, sestur hérna hjá okkur. Góðan dag. Góðan daginn. Við ætlum að ræða reiðufé? Já, akkurat. Og ég var að átta mig á því þar sem ég lá upp í sófa svona í róliheitum. Allt innan komin í einhverja notalegar aðstæður og átti smá frítíma. Þú fær svoleiðis? Já, það kemur fyrir, þá sjaldan sem það gerist. Þá var ég að velta fyrir mér, hvernig hefði ég svarað því þegar ég var strákur, í hvað hefur nýtt slíkt sveigrúm og hvað langaði að gera þegar þú verður stór, og þá hefði ég verið auðsvarað, ég hefði hort á fótbolta eða lesið Andrésblað. En núna var ég að lesa skýrslu frá sænska seðlabankanum í frítímanum minn og var einmitt að hugsa hvort það væri nú ekki ákveðin vonbrigði, og ég þarf bara heilmikinn fótbolta held ég á móti þessu, en þetta var áhugaverð skýrsla vegna þess að Seðlabanki Svíþjóðar tekur þetta svona af og til saman, að skoða það hvað eru Svíar að gera og hvernig eru innviðir landsins þegar kemur að greiðslum. Hvað verið að nota, hversu aðgengilegt reiðufé og svo framvegis, og Svíar, ef við hugsum hvernig þeir nota reiðufé, þá eru þeir alltaf í fréttunum. Það eru Svíarnir sem vísa þeir í upp á, það bara hvergi tekið við reiðufé lengur, Svíar eru hættir að nota það, og það alveg satt. Það rétt 1% af viðskiptum svona daglegum viðskiptum í Svíþjóð, og reynda líka í Noregi sem eru núna í formi reiðufjár, menn þetta svona rétt innan við 2% hérna. Og hingað til hafa þessar skýrslur verið það hvernig við gerum þetta þægilegt, hvernig þetta að lágmarka kostnað, hvernig tækniþróun fleygir fram, en nú bara kveðum við annan tón. Þessi skýrsla allt öðruvísi en síðustu skýrslur. Nú verið að segja, þetta skýrsla eftir inngöngu í NATO. Maður tekur eftir því að oftar en einu sinni og oftar en tvisvar í skýrslunni talað hvað ef við missum sambandi við umheiminn, hvað ef kemur að krísu eða stríði, og það nefnt margoft í þessari skýrslu. Þannig að fólk var að taka út pening og eiga eitthvað staðar í krukku inn í skáp eða undir kottanum eða hvað? Já, bæði verið að tala mikilvægi þess að hægt verði að greiða án tengingar við netið í alltaf viku, og þau ætla að reyna að tryggja það að 1. júlí 2026 verði hægt að eiga viðskipti í Svíþjóð án nettengingar í alltaf viku. Þú kemur reglulega til okkar og ræði fjármál heimilisins og hvernig við hátta sparnað og öllu þessu. Þetta auðvitað mjög óæskilegt að vera með pening í krukku heima. Já, svona almennt. Upp á það að geyman í reiðufé mjög óhengt. Það alltaf kviknað í hluta af seðlunum. Það bara brennur upp í verðbólgunni, en á móti kemur að það getur verið það besta sem við gerum ef við ætlum að fara í fjárhagslegt átak, við látum börn ekki fá greiðslukort. Þau læra ekkert á peninga eða ekki með seðla. Ef við ætlum að taka okkur á eyða minni peningum, hafa betri yfirsýn, þá ekkert komið í staðinn fyrir reiðuféð. Og það raunar líka eitt áhugavert. Nationwide bankin í Bretlandi, Englandi, var núna að greina frá því að úttektir úr hraðbönkum hafa aukist töluvert. Stöðu aukning notkun reiðufjár hjá þeim, og þau rekja það til þess að það svona ansi hart í ári hjá meðal englendingnum, og fólk að sækja sér reiðufé til þess að skipuleggja sig. Það þannig, já. Og þetta mæla þeir, ekki Svíarnir, en þetta mæla Bretarnir. En í Svíþjóð núna á bara að fara í eitthvað, nú bara verið að stilla upp aðgerðaplani. Nú ætlar Seðlabankinn sjálfur að fjölga dreifingarstöðum reiðufjár fyrir verslanir og fyrirtæki til þess að það sé auðveldara fyrir þær að leggja inn og þá taka út í lokdags reiðufé, að það á að reyna að auka notkun reiðufjár og að minnstu kosti alla þá innviði í Svíþjóð. Þau skilaboð hafa verið send til almennings í Svíþjóð að halda reiðufé, meðal annars í gjaldeyri. En hvað verið að tala um háar upphæðir? Það þarf kannski ekki vera mjög mikið, og þau hafa mikið talað viku. Og það kannski gott að taka það fram. Það hvergi tekið fram í þessari skýrslu að það séu líkur á þessu. Það ekki verið að tala við erum að leiðin í stríð. Það bara nokkuð ljóst að meðal þess sem að þeir aðilar sem kunni ekki sérstaklega vel við svona, ef að segja, lýðræði og frjálsviðskipti og slíkt, það verið að reyna að beita að ráðast á innvið tengingar og fjarskipti. Innvið bankan og ábyrgð bankakerfisins í þessu öllu saman, því að maður myndi ætla að þessar upplýsingar myndi liggja fyrir að einhver leiti hjá bönkunum hver á hvað mikið í innistæðu. Ef svo rosalega ólíklega vildi til að Svíar eruðu netlausir í lengri tíma, væri bankakerfið ekki þannig að þú getur gengið þar inn og
og einhvern veginn, heyrðu, ég heiti þetta fæ að taka út smá pening, eða þetta einhvern veginn allt bara í einhverjum læstum tölvukerfum sem væru þá á hliðinni? Það enda mjög góð spurning. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta stendur hérna heima varðandi það. Það eru þetta miðlægt kerfi sem heitir reiknistofa bankana sem stemmir allt af og heldur utanum þessar upplýsingar þvert yfir hérna á Íslandi. Það var það sem að þeir eru að tala varðandi þessa viku greiðsluleið að þetta verði leið til þess að greiða og þá í rauninni ekki með þessum hefðbundnu kostum sem við notum í dag, ekki með kannski hefðbundnu kreditkorti, heldur með annari einhvers konar ríkisleið eða einhverju sem að þau stilla af. En ef að við myndum öll vilja fara núna í bankan og eiga, ég veit ekki, viku skamt af reiðufé og búðinar þyrftu líka að vera með eitthvað til þess að geta tekið á móti og gefið tilbaka og allt þetta. Ættu við nógu mikið af raun seðlum og klingi til þess að gera þetta? Mér finnst mjög ólíklegt að það sé nóg til í bönkunum og það sem þyrfti að gera það þyrfti þá bara að gefa Seðlabankanum fyrirvara á þessu. Það heilmikið þegar við skoðum tölur reiðufé í umferð eins og það kallað, að þá það nú ekkert í sérstaklega mikill í umferð. Það bara búið að leggja því. Þannig að það undir kottunum. Það undir kottunum, það á milli sæta, það eru skemmtilega sögunar af fólki sem kemur hingað fólki sem að kaupa íslenskar krónur á Indlandi. Af hverju hægt að fá íslenskar krónur á Indlandi? Muni ekki eftir gæjanu sem kom með pókan fullan af 100 köllum. Hann fekk þann póka á Indlandi og það vegna þess að við sendum þvottavélarnar okkar og annað í brotajól til útlanda. En nei, það akkurat það dýrt þegar að lítið reiðufé, lítið reiðufjárnotkun, lítið notkun reiðufjár, að þá eru innviðirnir orðin svolítið dýrir og það hefur orðið til þess að við höfum til dæmis fundið fyrir því hér heima að það farið að verða erfitt að nálgast reiðufé í öðrum gjaldmiðlum í útibúum á Íslandi. Þú getur ekki farið í útibú hérna í bænum og náður í norskar krónur til dæmis lengur. Nei. Það bara ekki hægt lengur. Markvisst verið að gera fólki það erfitt fyrir bara að nota reiðufé? Við höfum heyrt umræðin að banna reiðufé, það fór ekki vel í fólk. Nei. En þá bara verið að íta okkur einhvern veginn út í það að við viljum það sjálf ekki af því að það er orðið svo ótrúlega bara erfitt í rauninni. Ég hef ekki fundið fyrir því að það sé markvisst verið að reyna að minnka þetta. Ég held að það sé frekar verið að stilla af framboð á reiðufé og viðtöku á því miða við almenna notkun á því. Og það kostnaður sem fylgir notkun reiðufjár. Mér finnst eins og að núna sé í fyrsta skipti almennilega verið að líta á það sem við myndum missa. Og Seðlabankastjóri nefndi þetta fyrir bara held í örfáum vikum að það kæmi alveg til tals og honum þætti það alveg koma til greina að þau myndu beita sér fyrir því að það eru gerðar einhverja kröfur og það það sem við lesum líka í þessari skýrslu sænska Seðlabankans að þau vilja skoða það og ætla sér að skoða það hvort að þau myndu beita sér fyrir því að það verði hreinlega ætlast til þess að ákveðnir aðilar sem veita mikilvæga vörur eða þjónustu verði skyldugir til þess að taka við reiðufé. Og þessi umræði gæti alveg hafist hér. Björn Berg Gunnarsson komst ekki lengra í þetta skipti, sannarlega áhugavert og gaman að fá þig. Takk fyrir að koma til okkar. Takk fyrir.